Ég heiti Harpa Kárdóttir og ég ætla að sýna ykkur hátíðarferðun með áherslu á augun að þessu sinni. Eftir rakakrem byrja ég á að bera multitaskarinn á módelið mitt en ég kaus að nota örlítið dekkri tón en hennar náttúrulegu húðtón því ég ætla að gefa henni aðeins lit og svona smá meira bronsi look á húðina. Ég ber sirka 2 umferðir af multitaskarnum að ég vil byggja upp örlitla þekju en multitaskarinn þannig vara að þú getur notað hann sem grunn, undir farða, blandaði farða, notað hann einan og sér og þessu sinni kaus ég að nota einungis multitaskarinn en nota bara ögn meira af honum fyrir betri þekju. Síðan ætla ég að færa mig yfir í multitaskar hyljaran frá Rimmel en núna ætla ég að nota 2 liti á módelið mitt. Ég ætla að nota ljósari lit undir augun og svona sem highlighter í rauninni ofan á kinnbein. Síðan ferði ég dekkri litin á skuggasvæði undir augunum og örliti á höku og blanda svo báðum litunum saman með rökum svampi. Síðan ætla ég að nota 2 liti af Multitasker Turbo Glow nýju kinnalitunum frá Rimmel en ég valdi svona babybleikan og einn ferskjulitan og ég ákveð að setja babybleikalitin sem svona eins og highlighter efst á kinnbeinin og fer svo í pítslitin fyrir neðan, fer svo bara í farðabustan minn og blanda litunum saman þannig að við fáum smá svona monochrome look á kinnanar. Að lokum ætla ég að bera á hana Mattes Perfection púðrið frá Rimmel en þetta frábært púður sem veitir fallegan mildan perluljóma en mattar einnig húðina. Ég ætla að bera púðrið á með púðurkvasta og ég púðra undir augu, meðfram nefi, höku og örliti milli augabrúna. Næst nota ég Facefinity bronserinn frá Max Factor en ég ætla að nota hann eins og hálfgerðan grunn undir augskuggan og ég ætla að byrja á því að byggja upp augsvæðið með sólapúðrinu. Ég fer í stóran blöndunabusta og ég fer með sólapúðrið svona í rauninni undir og á augnbein og dreg örliti meðfram nefi. Síðan færum við okkur yfir í rósa bleika augskuggapallettu frá Max Factor. Ég byrja aftur á svona beinlituðum lit og fylgi eftir þar sem ég setti sólapúðrið og ég bý til svona milda augskuggaskyggingu. Ég gera það sama og ég gera með sólapúðrið, ég fer undir og á augnbein með þennan milda lit. Síðan ætla ég að færa mig út í rósa bleikan lit en ég ætla að byrja á að bera hann á með busta bæði í ytri og innri augnkrok. Ég gef mér dágóðan tíma í að byggja upp litin bæði í innri og ytri augnkrok. Síðan fylgi ég eftir með sama lit og dreg rósa bleika augskuggan meðfram neðri augnháralínu. Síðan færi ég mig í ljósbleikari lit og ég þrýsti honum á miðju augnloksins til að fá birtu akkurat í miðjuna á auganu. Síðan ætla ég að nota brúnan kólblýant og ég ætla að bera hann í efri og neðri vasslínu fyrir aukna skerpu. Síðan ætla ég að fara í Wonder Ink tússlinerinn í brúnum lit og hann í mjög mildum fallegum svona rauðbrúnum lit og ég ætla að gera fingerðan eyeliner með spís. Síðan set ég 3 stök augnár við ytri augnkrok áður en ég ber maskara. Ég ætla að nota False Lash Effect extra large og hann æðislegu maskari fyrir svona dramatískara look. Síðan ætla ég að nota Lasting Finish varablýantinn í litnum Cappuccino sem einn af mínum uppáhaldsvarablýantum og ég byrja á að móta varirnar bara út frá hennar náttúrulegu varalínu. Eftir varablýant fer ég aftur í ljósbleika augskuggan sem við notuðum á miðjunni í auganu og ég ber augskuggan á varirnar og yfir blýantinn með busta. Svo til að toppa varirnar nota ég Lip Glaze frá Max Factor í mjög ljósum lit til að veita raka og gera varirnar extra juicy. Þá það setting spray og þá módelið okkar tilbúin.